Komið sæl og velkomin í eitt og annað frá Svalbarðsströnd. Þar mikið að vera og mikil uppbygging og við ætlum að líta á það allt saman í þessum þætti. Við ætlum að byrja á einstaklega áhugaverðu og metnaðfullu safni, Safnasafnið, gerum við það. Þetta Safnasafnið á Svalbarðsströnd. Það vekur eftirtekt þegar ekið eftir þjóðveginum og þegar inn komið taka við björt rými þar sem njóta má listsýninga eftir lærða og leika listamenn, þar sem flétta saman nútímalist, alþýðulist og handverk og hérna merkilegt brúðusafn, góður bókakostur og gömul verslun. Alþýðulist leikur aðal hlutverkið í Safnasafninu. Níels Hafstein segir hægt að útskýra hugtakið alþýðulist í löngu máli en hérna stuttasvarið. Alþýðulist trúlega sá partur af myndlistinni sem búið til í heimabyggð eða svona tiltölulega þröngu samfélagi. Þar sem fólk hefur ekki mikil viðmið. Þetta var reyndar svolítið breyst með sjónvarpi og neti. En undir þessa skilgreiningu fellur kannski fólk sem leita sér ekki fræðslu eða menntunar á þessu sviði. Hversu stórt safn þetta? Í fermetrum þetta samtals 980 fermetrar, þú vilt vita það, og síðan þetta nokkri sýningarsalir, bókasafn og geymslur og fjargeymslur og listaverkaeignin, hún vex hröðum skrefum. Það svona, ætla að sé ekki 14.000 verk í grunndeildinni. Það skiptast á 2 stofur og síðan meðal annars og síðan eign upp á svona cirka 120.000 verk eftir einn mann sem fengum fyrir nokkrum árum að gjöf. Það hefur verið varðveitt. Þannig að þetta safnasafn? Já, og svo líka náttúrulega því við erum með ýmis sérsöfn inn í þessu safni. Eins og erum við textíldeild og gamla verslun og svo það brúðusafn sem tengist inn í alþýðulistina líka. Margt af því búið til jafnvel í þröngum kreðsum, jafnvel í Afríku og Austurlöndum fjær. Níels segir að árlega berist safninu fjöldi muna, ekki sé hægt að taka við öllum verkum. Við tökum við ef það tengt alþýðulist og jafnvel líka nútímalist. Og síðan hefur það gerst vegna búðarinnar hérna uppi sem Verslun Ásgeirs G. Gunnarsson í Reykjavík. Svona með smá breytingum hefur orðið að til dæmis í fyrra þá tókum við stóru safni af ylvatnsglösum að þau pössuðu inn í þessa verslun. Þetta voru eitthvað 250 glös sem til sýnis núna uppi og þetta mjög skrautlegt í laginu og litríkt og tappaður oft eins og litlu skúlptúrar og meðal annars eitt stykki eftir Picasso. Eitthvað hægt að skilgreina hvað einkennir alþýðulist? Það svona já, þetta tekníkin kannski barnsleg og svona sjálfsbrottin og svolítið framhleypin og sumir vanda sig ekki, aðrir gera það. Efnið getur verið hvað sem Fólk kaupir yfirleitt ekki dýra striga og rammarinn, heldur þetta svona frekar í grófari kantir oft á tíðum. En þetta fennur svolítið eftir því hvers konar alþýðulistamaður að ræða því að þeir geta verið, þeir eru 7-8 flokkum og einn flokkurinn fjallar fólk sem tekur viðbragð við samfélag sínu, einhverjum áföllum eða veikindum og þess áttar og þá verður þetta allt í grófara lagi. Níels segir að allskyns fólk heimsæki Safnasafnið og það skipt sýningar á hverju ári. En hvernig verður sumarið í Safnasafninu? Nú veit ég ekki, nú þetta að koma í ljós svolítið sérstakt ástand út af Vaðlaheiðargöngunum. Það það að þau eru svo, að leiðin út þetta svo illa merkt. Hérna við komið fullt af fólki sem komið bara upp að gána minnum og þarf annarkvæmt að bakka eða snúa við eða halda áfram og koma tilbaka. Þannig að ef þetta lagað þá ætti það nú að svo sem að lagast. En svo annað sem í gangi, það Norðurstrandarleið og hún verður opnuð með pomp og prakt hérna 8. júní, þá verður þetta miðpunktur á þessu svæði og þá voru það yfirleitt erlenda ferðaskrifstofur sem skipuleggja ferðir þá út með ströndinni og vilja losna við hraða umferðarinnar á aðalbrautinni. Hvernig stendur á því að þið eru með brúðusafn? Það svolítið sérkennilegt að það var þannig að kona mín var í Kolaportinu sem aftan og var að kaupa þá textíl og þá
koma þarna systkini, reyndafræg systkini, hérna Jóhanna Kristjánsdóttir og Bragi Kristjánsson og að selja brúðursafn móður þeirra. Jóhanna hafði verið dugleg að afla þeirra á ferðu sínum erlendis og Bragi sjálfsagt líka og fleira fólk í fjölskyldunni. Og þetta voru 90 stykki og þetta voru fallega brúður og Magnús féll fyrir þessu og keypti þetta fyrir ekkert mjög mikið pening. Og meðan hún var að greiða þetta þá var bankað í öxlina á henni, kona frá Akranesi og sagði má ekki senda þér nokkra kassa. Þannig að þetta rúllaði svona af stað. En þetta hefur náttúrulega komið þannig út að þetta svona mjög jákvætt fyrirbæri í safningninni vegna þess að útlendingar til dæmis að þeir fara þannig inn í stofuna og þá gera þær athugasemdir ef að þeirra land vantar þarna inn eða þá þeir gera athugasemdir við það að þarna skuli ein þjóð vera við hliðina á annarri sem eru kannski svefnsáttar og þá það kom fyrir að mér að koma alveg titrandri fram í andir og vilja að þetta sé leiðrétt. Þannig að, og svo þetta margt fallegu textíl og sumt að þessu búið til svona af einhverjum vanefnum en þó einhverjum nista. Það eitthvað í þessu sem að hillar þá sem skoða. Það getur verið vandaverk að halda á til lifandi safni. Þess vegna þarf sjálfsgagnrýni að vera stöðug. Sko þetta náttúrulega, maður alltaf að kritisera sjálfa sig og það sem í þessu safni og finna einhverjum hnökra til þess að laga þá. En safnið náttúrulega sjálft hefur byggst upp á vilja og hugsjón og ástríðu og launalausu starfi okkar tveggja alveg frá upphafi og síðan með góðri aðstoð velunnara og stjórnarmanna. Og þannig getum við haldið þessu á floti en því ekki að leyna að það vantar fyrir í reksturinn því að til þess að geta sinnt eigninni betur þyrfti að vera minnst 10 starfsmenn. 3 í skráningu og svo forvörður og kynningafulltrúar og svo framvegis eins og við erum söfnum. En hingað eru sem sé allir hjartanlega velkomin? Já, þeir eru það. Bæði núna og svo seinna þegar við erum búin að byggja við. Næst ætlum við að líta á uppáhaldsinnstæðið mitt frá Svalbarðsströnd. Ég er svo sem ekki alveg hlutlaus, en þetta eru verndarar fjörunnar. Við ætlum að leggja af stað í leiðangur með börnunum á Svalbarðsströnd við að hreinsa fjöruna. Nemendur í 2 elstu bekkjónum á leikskólanum Álfaborg og 2 yngstu bekkjónum í Valsárskóla á Svalbarðsströnd skipa hópinn Verndarar fjörunnar. Í 11 ár hefði þessi hópur gengið í fjöruna til að tína það ruslið. Við hittum þau á fyrsta degi tínslunar og gengum til liðs við hópinn í þessu verðuga verkefni. Á vorin þá höfum við haft svona verkefni að hreinsa fjöruna hérna og þetta tekur nokkuð skipti. Þannig að við söfnum stóru dóti í hrúgur, förum annað í pokum heim og svo þegar við erum komin alveg á enda þá fáum við húsförun til að koma með kerru og förum og tínum allar hrúgurnar upp og göngum frá þeim í gámana. Þannig að þetta fyrsti dagur í því. En þetta ekki bara vinnudagur hjá þeim að tína ruslið, þau eru að læra alveg hellinga á þessu í leiðinni. Já, sko hver einasta stund sem fer með út bara lærdómsstund. Og þó að það í augum flestra líti út sem leikur og eitthvað svona, að þá bara læra þau rosalega mikið. Þau læra orð sem við notum eins og fjörukambur og þari og ýmislegt og svo læra þau náttúrulega að þekkja munin á því sem náttúrulegt rusl og óeðlilegt rusl í náttúrunni eins og plast. Hvernig kennir þau það? Hver munurinn er? Sko, fyrst og fremst reyni ég að fá þau til þess að horfa eftir litum. Ef þú sér sko gulan, rauðan, grænan, bláan, svartan, hvítan eða glæran, að þá þarf þetta að horfa nánar. Stundum þarf þetta að labba alveg að því og lyfta því upp og skoða, er þetta plast eða er þetta bláskel? Og leiðu þau finna að þetta er sko náttúrulegt, þá má það liggja, en hitt tökum við með. Í hvaða skóla ert þú? Í Valsárskóla. Í hvaða bekk ertu? Í 1. bekk. Og hvað ertu að gera hérna núna í dag? Að tína rusl og svo erum við líka að koma á kringum og skoða niður og gera mikið, alls konar. Ertu búin að finna mikið rusl? Í pínu, já. Svo að hrúa hérna og svo mikið rusl. Ég er að tína og flokka rusl. Og hvernig rusl ertu komið með hérna í pokan? Alls konar froðuplast og eyrnapinna og dósir og svona. En er eitthvað í fjörunni sem maður á ekki að tína? Til dæmis bein og tréviði sem eru þá ekki með neinu járn eða neinu í. Af hverju á maður ekki að tína það?
Út af því að það er lífrænt. En þetta rusl hérna, hvernig komst það í fjöruna? Ég held ég hafi bara verið styrtað gegn klósettið eða hent út bílrúðuna eða eitthvað. Á maður að gera svoleiðis í ruslið sitt? Nei, maður að frekar að henda í ruslatunna. Ert þú duglega að henda í ruslatunnuna og flokka? Já. Sérðu mun á þeim fyrir utan þessa daga bara þegar þið eru með þau úti, eru þau duglega að tína rusl bara almennt? Já. Þau eru bara ofsalega duglega og við förum sko alla miðvikudaga út og við komum alltaf heim með eitthvað rusl sem að þau finna og til dæmis eftir áramótin þá erum við yfirleitt með fangi fullt af sprengdum flugeldum og kökum og allskyns dóti og sumt af þessu rusli finnst þeim alveg rosalega verðmætt eins og rakettuprygg og þá bara fá þau að fara með þau. Eru allir rosa duglegir? Jöp. En er eitthvað í fjörunni sem er ekki rusl? Já, það er náttúrulegt. Hvað er náttúrulegt? Það er svona steinar, prigg og fjaðrir, fuglar, svo bara gullsteinar og fjaðrir. Á maður ekki að henda því? Nei. Hvað á maður að gera við það? Láta að vera. En hérna í dag gerið eitthvað meira, fáið ykkur smá nesti? Já, við erum oft með kakó og brauð og alls konar og ávexti. Og gerið þetta oft? Já, þetta er á öllum miðvikudögum. En af hverju er mikilvægt að tína rusl? Út af því að annars deyja til dæmis hvalinir og fiskanir og fuglanir og svo er það líka bara mengun. Og þau eru búin að gera þetta hérna í 11 ár núna. Hefurðu séð einhvern mun á fjörunni hérna á þessu tíma? Já, gríðarlegan mun. Það er miklu minna rusl núna. Áður fyrir var þetta bara svoleiðis að þetta var sko bara, þurfti ég að vel 2 kerrur, bílkerrur, því það var orðið svo tróðið á þeim sko. En í fyrra var þetta rétt um 1, en svo snýst þetta held ég líka svolítið ríkjandi vindáttir. Þú veist, hvort að það er mikill vindur, við varum til dæmis einu sinni búin að hreinsa hérna alveg og þá kom ægilegu stormur og það bara fylltist alltaf rusli aftur. Þannig við erum að byrja upp á nýtt. Þið ætlið að halda þessu áfram? Já, engin ástæða til að hætta. Kannski við erum skröltandi hérna í hjólastól við Guðfinna, en við getum allavega að rifa í kjaft. Nei, ég segi svona. Næst ætlum við að líta í örstuttar auglýsingar en ekki fara langt. Við höldum yfirferð okkar Svalbarðsströnd áfram eftir þær. Þurfum við öll að búa í 5 herbergja einbýlishúsum með bílskúr? Nei, líklega ekki. Oft getum við nýtt fermetrana betur. Í smáhýsunum á Svalbarðsströnd sem hann Árni Árnason teiknaði, þar er hver einasti fermetri nýttur til fullnustu. Ferðaþjónusta í Svalbarðsstrandarhreppi hefur vaxið umtalsvert á undanförnum árum enda sveitafélagið vel staðsett og stutt í margar vinsælar náttúruperlur og sömuleiðist þjónustu og afþreyingu. Smáhýsin við Sunnuhlíð á Svalbarðsströndinni í Eyjafirði vekja athygli margra, ekki síst fyrir form húsanna. Hanna Sigurjónsdóttir og Karl Ingimarsson hafa nýverið keypt Sunnuhlíð en auk smáhýsanna eru þar 2 vel útbúnar íbúðir sem leigðar eru út. Þau eru að taka sín fyrstu skref í ferðaþjónustunni, þessari stærstu atvinnugrein landans. Hanna segir að þau hafi í nokkur tíma íhugað að fara á þessa braut. Við á N4 heimsóttum þau Hönnu og Karl og þau sýnd okkur húsin eftirtektarverðu í Sunnuhlíð. Við vildum nú helst vera í þessum gistibransa, það er að segja fá viðskiptavini í gegnum bókunarsíður og þurfa bara svona hugsa þetta svolítið svona netlega. Ekki kannski, við erum ekki sko mikið á staðnum, þannig að það er mjög þægilegt. Við erum bæði í annar vinnu og það var mjög gott að geta bara talaði viðskiptavini gegnum netið og svaraði á skilaboðum á kvöldin og svona. En þið ætlið að búa hérna í framtíðinni líka? Já, við ætlum að gera það. Og við ætlum að flytja hérna í gamla húsi sem er hérna fyrir neðan þegar við erum búin að gera það þannig að við höfum áhuga að flytja. En svona, nú eru þið búin að reka hérna Sunnuhlíðina í nokkra mánuði. Viðtökur ferðamanna, hverjar eru þær? Þær eru bara mjög góðar og sérstaklega núna yfir veturinn að eiginlega kannski koma á óvart.
Já, ferðamannatímabilið á Íslandi hefur lengst og það hefur sem sagt verið nóg að gera í útleigunni yfir vetramánuðina í Sunnuhlíð. En hvers konar ferðafólk er það sem leigi smáhísin og íbúðirnar? Þetta eru svona mest pör á bílleigubílum sem er að koma, svona yngri kantinum. Eru þau þá sem þá að leigja hérna húsin í 1 til 2-3 metur? Já, það er ekki mikið að sé fleiri dagar en það er til, en það er töluvert 1 nótt og svo 2 og 3. Þegar að þið hérna áður þeir voru að keyra hérna út til Eyjafjörðinn, þið væntanlega höfðu tekið eftir þessum húsum, eru svolítið svona sérstök skera sig úr. Já, það er náttúrulega að taka allir eftir þessum fremur skrýtnu húsum. Og leiðum að sagði frá því að við varum búin að kaupa þetta og vissi allir nákvæmlega hvað það var. Mér segja fólk í Reykjavík vissi hvað það var. Þetta er svona mjög ábyrjandi í landsleginu. En þau eru svolítið stór að innan þegar inn er komið. Já, það eru miklu stærra innan heldur en utan, það er ljóst. En þau eru mjög rúm, en hér er allt til alls og þannig að fólk er mjög ánægt. Gluggarnir stórir? Já, gluggarnir eru stórir og það er náttúrulega það sem að fólk er bara situr og horfir á, sérstaklega þeir sem koma úr stóru borgunum og sjá aldrei neitt annan glugga. Það finnst þetta frábært. Þá er það útsýni hérna bara blasir Eyjafjörðurinn við. Já, fólk sé norðurljós og vilja meina sumir að þeir sjá hvali jafnvel og það er bara frábært. Ég sé að þið eru hérna með kík í glugganum, hann er væntanlega fyrir hvalina til dæmis. Já, það er kíkir í öllum húsunum og ferðamenn duglegir að nota þá. Ég fá nú mikið massíbúa núna í desember og janúar og þeir tala mikið það að geta hort á norðurljósin og fjöllin og sjóin. Hvernig eru ykkar í samskipti við þá sem að leigja hérna, hvaða viðbrögð eru að fá svona frá þeim? Við fólk náttúrulega skrifar í gestabækur og svo eru þau náttúrulega skrifa komment inn á bókunarsíðurnar og þetta er eiginlega bara ótrúlega flott. Það er bara mjög flott komment sem fólk er að gefa okkur. Hérna er ekkert sjónvarp? Nei, og það er bara engin kvartandi á því og það er gott internetsamband. Það er bara fólk horfir bort á gluggann, það er ekkert sjónvarp. Já, það er það sem að fólk vil sjá. Það virðist vera. Það hefur allavega engin kvartandi. En húsin hérna, þessi stóru, litlu hús, þau eru 3, hvað með framtíðina? Er hér byggingarleyfi fyrir fleiri húsum? Já, það er byggingarleyfi fyrir 12 húsum í viðbót. Og það er bara svona byrjunarstigi, hvað við gerum við það, hvort við förum í að byggja fleiri strax eða við ætlum svona að lifa fyrsta árun að líða og sjá hvernig reksturinn gengur. Og þau Hanna og Karl eru spennt fyrir framtíðinni. Já, sannarlega. Ég talaði mikla uppbyggingu í byrjun og það er engin lygi. Nú rís nýtt og glæsilegt hverfi á Svalbarðsströnd með þvílíku útsýni yfir náttúruna. Íbúum Svalbarðsstrandarhrepps hefur fjölgað umtalsvert sem þýðir meðal annars að ný íbúðarhús rísa nú í 9 hverfi á Svalbarðseyri og áhuginn er umtalsverður. Hreppurinn ákvað að ryðja veginn í þessum efnum og byggja 2 raðhús með 4 íbúðum sem seldar er á almennu markaði. En hvers vegna er hreppurinn sjálfur að standa í húsbyggingum? Það er vonu að spyrir. Það er að byggja nýtt hverfi hérna sem er örlítið fyrir norðan hverfið á Svalbarðseyri sem eru núna 2 götur og til að sýna og bara koma verkefninu á stað þá var ákveðið að sveitarfélagið myndi byggja 2 parhús sem við erum búin að byggja núna og erum komið með íbúðir í sölu, byrjuð að selja og þetta var svona skrefið að taka til að koma verkefninu af stað. Þannig að þið eru svona frumkvöðlar í hverfinu hérna nokkurn veginn? Það má segja það, já. Hvernig gengur að selja? Það gengur vel, eins og ég segi, við erum búin að selja 2 íbúðir af 4 og erum í rauninni ekkert byrjuð að auglýsa af alvöru þannig að við bíðum bara spennt og svo heldum við vonandi áfram með hverfið hérna upp brekkuna næsta sumar og eigum lóðir sem að við erum að fara að auglýsa líka þannig að þetta er svona fyrsta skrefi, það er að hafa hús hérna, fá íbúa, ganga frá götunum, ganga frá hverfinu þannig að það sé snirtilt og fólk hafi trú á því sem við erum að selja. En kostnaðarlega það er vantarlega einhver hagkvæmni sem að næst fram með því að byggja fleiri en eina íbúð. Njóta kaupendur þess vantilegir? Já, íbúðirnar eru seldar á kostnaðarverði, svona rétt það bil. Við teljum okkur vera að borga aðeins með þeim en það er ekki það mikið að við séum hafa ágjörð því. En
En það alltaf hagnaður eða svona, hagkvæmni að geta byggt aðeins meira og fleiri íbúðir heldur en eina. Það bara eins og það í hlutarins eðli. Björg segir að vandað sé til verka varðandi byggingu íbúðana. Við búum svo vel að við eigum verktaka hér í sveitarfélaginu sem hefur byggt áður fyrir sveitarfélagið og hefur mjög góða reynslu á honum. Hann byggir vel og vandað. En hverfið hérna, þið gerið svolítið út á útsýnið? Já, og bara lítur í kringu þá sérðu af hverju. Hér sem að bátana vera að sigla inn og hér tjörn með fuglalífi og tún hérna við hliðina sem verður við erum svo heppin, það ekki búið að dreifa mikið neða akkurat núna, það verður kannski eftir hádegið. En hér eru bara mikið lífsgæði fólkin fyrir þá sem að vilja vera nálægt náttúrunni og njóta útsýnis og þá þetta rétti staðurinn. En þetta nýja hverfi sem að hérna rís, mikill áhugi? Já, við höfum fundið fyrir þó nokkrum áhuga. Við erum lítið sveitafélag, við þurfum að taka þetta í nokkrum skrefum. Þetta svona fyrsti áfanginn sem við erum að klára núna. Og það eru þessi hús sem að sveitafélag að byggja pluss síðan hús sem að einstaklingar að byggja hér í næstu götu. Og svo höldum við vonandi áfram næsta vor og eigum þó fleiri lóðir til að selja. Bara þessa stuttastund sem að við höfum staldrað hérna við, þá hafa 3 eða 4 bílar keyrt hérna og hægt fram hjá greinilega bara að skoða. Já, og það bara föstudagur núna, seinnipartur. Það mikil umferð hér á kvöldinu helgar, fólk forvitið. Og þess vegna líka svo gott fyrir sveitafélag að hafa farið á stað, byggt sjálft, þannig að við erum örugg með það eitthvað fyrir fólk að skoða þegar kemur og að forvitnast. Björg segir að sveitafélagið sé vel undir það búið að íbúum fjölgi. Innviðir séu góðu lagi, svo sem grunn- og leikskóli. Húsnæðislega séð þá getum við fjölgað bæði í grunnskólanum og leikskólanum. Ansi mikið, þannig við erum alveg í stakk búin til að takast á við allavega fyrsta áfangan og annan áfanga. Svo getum við þurft að fara að skoða framþróunina síðan áfram. En hér að koma margar fjölskyldur sem okkur líka náttúrulega mjög vel. Við erum að taka á móti börnum frá 9 mánaða aldri á leikskólan. Þannig að og svo tekur grunnskólan við upp í 10. bekk, þannig að hér gott að ala upp börn og gott að vera. Og engin biðlisti til dæmis á leikskólan? Nei, við tökum á móti öllum börnum. Jæja, þá komum við að lokum hjá okkur í þessum þætti. Öflugt skólastarf, uppbygging, nýsköpun og falleg söfn. Það mikið sem Svalbarðsströnd hefur upp á að bjóða og vel vert að gera sér ferð þangað. En það komum við að lokum hjá okkur í þessum þætti. Við sjáumst í næstu viku.